Já, komið sæl og hjartalega velkomin í vikuskammtinn hér við Rauðaborðið á Samstöðinni. Klukkan 4 og hingað eru komnir góði gestir. Valgerður Þ. Pálmadóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. Kristín Kolbrún, Kolbeinsdóttir Voe, foreldrafræðingur og uppeldisráðgjafi, kennari í öðrum bekk. Og Katla Óskarsdóttir, plötusnúður, aðgerðarsinni og bara stuð pía. Hvað sagði, móðir á 50 aldri? Já, ég opinbera það. Ó, úps. Hvað segði þið, þetta var rosaleg fréttavika. Það var svolítið svona þungmál, mörg erfið, svona utanríkismál og spillingamál á Íslandi. En veðrið, ég held að við verðum bara hreinlega að byrja á veðrinu. Það hefur, allavega höfuðborgarsvæðinu sett strik í reikninginn. Ertu blaut í fætuna? Ég ekki blaut í fætuna. Þrátt fyrir að labba hluta leiðarinnar. Ég nefnilega fór í svolítið góða skó sem með svona gúmmí að neðan, einhvern veginn og upp. Já, gott. Já, sem ég fekk í Rauðakrossinum. Ég var svo ánægð með mig þegar ég nota og finn svona notað og gott. En þetta var dálítið fyndin vika og pínulítið kannski vandræðaleg fyrir veðurstofuna líka. Já. Er það ekki? Jú. Nema hún sé einhverju væntingastjórnin alltaf. Já, það getur verið. Já. Halda okkur glöðum. Já, en hún alltaf bjóð til rosalega umferðarhnúta þannig Já, einmitt á þriðjudaginn. Já, og svo var bara blíðskapað. Já, einmitt. Og lögreglan beindi þeim tilmælum til fólks að fara fyrir heim úr vinnunni og svona flýta sér áður en að vondaveðri kemi. Þannig að fólk flýtti sér út í vondaveðrið en svo svona í lokdags þá var þetta liðundir lok. Og það sama upp á teiningnum í dag. Það var og gul viðvörun hér á höfuðborgarsvæðinu en það er bara fínsta veður. Svolítið blautt. Já, við finnum ekki mikið fyrir því. Það er svolítið, það eru glatt brjálað í hverfisgrúppunum í sem er verið að skipuleggja Reykjavík og fólk er ekki alveg sammála hvort að það átt að fresta eða ekki og hlakkar í sumum, svolítið svona I told you so. Já, það er búið að fresta þangað til morgun í allavega miðbæjargrúppunni. Já. Við ákveðum að vera bara með nammi í dag og á morgun. Ég held að það sé. En ég meina þetta er náttúrulega, það er ekkit frábært veður og það er svolítið dreift á milli húsana, kom ekkit brjálaðislega margir, maður þarf ekki að eiga mikið nammi til þess að taka þátt í þessu. Þannig ég held að það sé. Já, ég held að það sé aðalega eftirvæntingin sem að þurfa að bíða einn dag í viðbót. Það er svona hafi farið verst í börnum. Ég farið búninga, þú veist. Ég er allavega mjög fegin sem grunnskólakennari að það sé ekki skóla á morgun, að þetta sé bara búið eftir helgi, það er búið mikil spenna alla vikuna. Akkurat. Og þetta er hrekkjavaka og það er svona má aðeins meira. Það er með blóð og byssur og hnífa. Heldur en á öskudaginn, það sem er svona. Má ekki allt líka á öskudaginn? Já, jú, kannski. Það er svo langt sinni ég kom lítið barn. Ég þekki það ekki. Ég var stýrt svona tíma. Að börn væri allavega ekki með vopn. Eða menningarnám, það er nú alltaf einhver umræða sem kemur upp. Ég sá eitthvað mæðratips. Má vera í indíánabúning á morgun. Má vera Pocahontas og svo kemur svona, þetta er svolítið skemmtilegt. Að fylgjast með, þessari umræðu. Akkurat. Það verðist að vera svona nokkur meðvitund einmitt menningarnám og fólk er virkilega að spá í þessu. Hvað eru börnin ykkar að spá í búninga? Ég á 15 ára sem er hættur, hann var ekki í búning, en minn 2 ára hann fór sem kolkrabbi á leikskólan og vakti mikla lukku. Það er mjög sætt. Já. Hann er ótrúlega sætur. Bleikur. Ég á með 90 ára í sæðilu hjá mér. Já, ég var með Dracula og svo mjög hræðilegan draug sem að fóru í skóla og leikskóla. En það er búið að vera mjög mikið drama á heimilinu og líf eldri svona míns er nánast ónýtt vegna þess að gríman sem hann hafði ætlaði að vera með, mjög hrikaleg, sem við fundum örugglega í barnalöppinni einhvern tímann, hún fannst ekki eftir mikla leit og þetta var mjög
Það var mjög sorglegt. Þetta er mjög alvarlegt allt saman. Kannski svona, annað efst á baugi, það var mál ríkislögreglustjóra og vinkonu hennar sem að stýrir fyrirtækinu Indra, já, sem að svona sérum að straumlínulaga rekstur, þetta er já, ég veit ekki alveg hvernig þetta er útfært, þetta er eitthvað svona, þetta er gert straumlínulega. Hún er sérfræðingur í straumlínustjórnun. Já, en snýst þetta ekki hagræðingu? Er þetta ekki eitthvað svoleiðis, lean management, að reyna að finna hvað er hægt að skera niður og hvað er hægt að gera ódýrara og þannig að þetta er dálítið svona kaltæðið, verði að segja. Já. Öll þessi atburðarás. Jú, ég meina það er náttúrulega bara þessi taxti sem hefur verið að vinna eftir, hann er 35.000 á klukktíman og hún er búin að hún er ein þannig í þessu fyrirtæki. Hvað var það? Fyrst þá talaði 190 milljónir á síðastliðnum 5 árum, svo er verið að tala 160 milljónir, en það er alveg sama. Þetta er og ríkislögreglustjóri virðist vera að hafa verið eini kúnninn á stórum tímabilum eða stærsta tímabila þessa. Maður þarf ekki marga fleiri ef maður fer svona fínt borga. Nei, hún var verktaki eða ekki? Hún var ekki Jú, hún var verktaki en var nú svo ráðin í fullt starf eftir að Helgi Seljan hringdi í embættið og fór að spyrjast fyrir þennan verktaka. En það er bara spurning á hvaða kjörum hún er sér ráðin. En ég las það að það hefur verið hægt við þess að ráðningin hefur verið dregin tilbaka vegna þess að það er ráðningarstopp hjá embættinu. Já, var það ekki, en það var náttúrulega eitthvað sem kom síðan í ljós í fjölmiðlum að hún hefði verið ráðin þrátt fyrir ráðningarstopp. Já, ég held að það verði ekki endurnýjar við hana samningurinn en hún fái að ljúka þessum sem hún er á núna. Þetta náttúrulega kemur. En hver er þessi verkefni? Það er náttúrulega, í þessum tímaskýrslum þá er bara að tala jyskferðir og hún skoðanir líka, hún var að skoða vefsíðuna og kanna málið. Já, einmitt, og svo er hún að gera úttekt á því hvar er best að setja píluspjald og maðurinn hennar er náttúrulega stjórnarformaður jysk á Íslandi og örugglega eitt stærst hluthafinn eða hvernig þau eru alltaf tengslin eru mikil og svona fyrir gráviðandi og maður líka svona velti fyrir sér hversu mikið af húsgögnum þarf að skoða fyrir lögregluembættin. Þetta er náttúrulega mjög vandræðalegt líka í ljósi þess sem er að koma í ljós núna hvað lögregluembættið er ekki með miklum halla. Það er alveg bara sláandi tölur þannig að þetta er svona maður velti fyrir sér hvort að staða ríkislögreglustjóra verði eitthvað endurskoðað á næstu hún segist ekki ætla að endurskoða sig í starfi. Nei, hún var bara skælbrosandi þannig ótrúlega ánægð með sagðist bara stolt af þessu verkefni og En er hún ekki búin að missa klefan á sínu fólki, lögregluþjónum og maður finnst það svona á landssambandi lögregluþjóna Fjölnir, hann kom fram og þetta talaði, setti þetta í samhengi við niðurskurð og líka aukafjárveitingu sem var óskað eftir og í rauninni þau lögregluembætti fékk til þess að halda einhverju námskeið fyrir sérsveitarmenn upp á einhverjar, hvað var 140 milljónir eitthvað svoleiðis sem er í rauninni minna heldur en kostaði að vera með þennan verktaka. Þannig að þetta er einmitt eins og segir, þetta er rosalega vandræðalegt mál og maður fær svona að því að hér erum við lögreglustjóra og hún er mjög meðvituð greinilega að vera að brjóta, alltaf að fara á svig við reglur og það er ráðningarstopp, þetta er á grásvæði af því að þetta er ekki auglýst og það er fram til götunum. Það er útboðsskylda, þetta er allt yfir 20 milljónum á 10 ára tímabili, það er bara útboðsskylda og það er fullkomlega óskiljanlegt að þetta embætti sem að
stendur í því að koma öðrum að baka við lásasláð sem fara á svifilög og reglur. Og mikilvægt að sé traust. Já, það er náttúrulega það. Þú veist, þetta er náttúrulega grifur enn frekar eins og áður hefur verið rætt undan trausti lögregluembættisins sem bara mjög slæmt. Og svo hafa starfsmenn, þessir starfsmenn sem hefur verið sagt upp núna á undanförnum mánuðum einhvern veginn vegna fjárskorts hafa verið að stiga fram og einmitt alveg svona stórnheykslaðir bara yfir bara hvernig farið með fé. En þetta er svo sem ekki fyrsta skiptið sem að lögreglustjóri flekt í svona hneykslismál. Nei. En hún verðist hún stóð það af sér. Það var byssueign föðurinnar. Já, það var í rauninni, voru tengslennar inn í rannsókn á meintu hryðjuverkamáli, þar sem sakborningar höfðu verslað vopn með annars af föðurinnar, sem vopnasali. Einmitt þetta. Maður fær svolítið svona, einmitt þetta aðeins svo mikið Ísland, sko. Og svo það eitthvað svona hefð hér á Íslandi að fólk í háum embættum og stjórnarafólk það bara segir ekki af sér og tekur ekki ábyrgð sama hvað á dynur. En það líka virkar. Það svo oft hægt að bíða af sér. Þó eins og þú varst að segja áðan að ég meina þetta embætti sem ætti að sína ennþá meiri svona siðferðis Já, það bara ábyrgðin svo mikil. Þú verður einhvern veginn að ganga undan með góðu fordæmi. Þetta bara eins og maður veit sér að dómsmálaráðherra eigi nú kannski eftir að grípa þannig inn í. Já, vonandi. Ég minna, jú, þú veist að verður hún ekki ábyrgð? Jú, í rauninni, þá þetta, heyrir undir hana, þannig að hún, manni heyrist það á henni, að hún sé ekkert voðalega hrifin að þessu, og þó að það hefði lítið komið út úr þeirra fundi í gær, þá hún svona, í dag, þá hún svolítið svona, tala svona að hún sé að skoða þetta og þetta sé alvarlegt, og hún tekur undir þau sjónarmið sem að vel, þetta. Já. En eftir sittur að ríkislögreglustjóri stútfullur af jysk húsgögnum. Ég forvitin að vita hvort það hafi verið eitthvað svona breyting á sölu hjá jysk undanfarna daga, hvort það hafi virkað bara sem góð markasetning. Já, akkurat. Fólk svona, já, jysk. Því þarf að fara þangað. Já, kannski. Eða þveru öfugt að fólk væri kannski að boykotta jysk, eða rúmfattalægurinn, þess að náttúrulega líka einu sinni. Já, og svo fleiri svona hátsettir ríkisstarfsmenn sem að hafa Guðmundur Björgvin, hann hefur verið mikið í fréttum í vikunni. Já. Vegna umkvartana starfsfólks meðal annars og nokkrar það ekki, svona ekkómál þetta kallað. En sagði hann ekki svo að það væri bara ekki neitt? Jú, hann segir að það sé ekki neitt og rannsakaði það sjálfur. Já. Og það gerist vel. Alltaf svona sjálfsrannsóknir á Íslandi. Já, og verður eitthvað það embættismenn að rannsaka sjálfan sig og alls konar. Já, en þetta fær maður svolítið svona til þess að hugsa og ég veit að stjórnsýslan, hún hefur oft verið til umræðu en hún einhvern veginn alltaf svolítið stikkfrí. Því hún stór, hún flókin og það valdamikil líka bara. Einmitt og bara ræður öllu. Það þarna innanborðs fólk sem bara orðið kannski bara væru kært í starfi og bara farið að haga sér bara með þeim hætti sem því sýnist. Já, eða bara ekki starfi sínu vaxið. Ég meina, nú hann ekki búin að sitja, hvorugt þeirra hefur sitið mjög lengi. Hún er búin að sitja í 5 ár og hann búin að sitja síðan 2022 held ég. Þannig að þetta ekki einhver svona hroki sem að byggir á áratuga einhvern veginn reynslu í starfinu heldur kannski meira bara því að þetta eru byttlingar stjórnmálaflokka. Þú bara skipaður í þetta embætti að því að þú hefur hliðhollur Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum. Akkurat. Og maður fær ofta tilfinninguna að þessi spillingamál sem að koma upp og þessi svona að þetta sé alltaf bara toppurinn á ísjakanum. Svona spilling og vina, pólitík, þetta er svo rótgróið í íslensku samfélagi. Það er mjög erfitt að
leynist bara allstaðar. Já, ég hugsa það, en þetta kemur svolítið niður á okkur öllum þegar ríkisstarfsmenn haga sér svona með þessum hætti. En Guðmundur Björgvin, var hann ekki ámyndur líka hérna fyrir, ekkert svo lengur síðan, fyrir kannski 2 mánuði síðan, fyrir að kvitta undir hérna hann ekki með starfsleyfi endurskoðanda. Akkurat, það myndi þannig. Og það var 3 endurskoðendur mist starfsleyfi vegna þess að þeir undirrituðu ársreikninga ríkisfyrirtækja ásamt honum sem að hvað heitir þetta? Eitthvað félag endurskoðenda hérna. Akkurat. Gerðu athugasemd við hérna ársreikninguna og vildu fá afhent gögn til þess að bara, þú veist, að því að það í þeirra verkahring að hérna að veita aðhald og þau fengur sérst ekki afhent þessu gögn og í kjölfarið missa þessir 3 endurskoðendur starfsleyfið, tímabundið og það að sko undirlagi hans Guðmundar virðist vera eða ríkins endurskoðenda og eftir það hefur hann sérst verið að undirrita ársreikninga bara eitt sínsleiðis án þess að hafa í rauninni löggildinguna. Án þess að hafa, já. Og síðan einhver ágreiningur það hvort að einhver ég bara, þú veist, þetta er svo stór embætti að vera sko ríkisendurskoðandi og ríkislögreglustjóri. Þú veist, þetta alveg svona, þetta eru bara með þeim stærri. Þetta eru risastór verkefni sem þau standa fram fyrir og auðvitað með ofboðsleg mannafórráð. Þannig að mann finnst svona lágmark einhvern veginn að það sé bara skiptum þetta sé tekið til einhverjar innri skoðunar og ytri skoðunar og umkvartanir sko ég meina, þú veist, kvartanir undan hérna honum Guðmundi, þú veist, hann virðist ekki vera frábær yfirmaður þannig að og þá kannski erfitt að vera með svona mikil mannafórráð ef þú ert bara að klípa í rassinn á konum og koma fram að vanvirðingu við undirmenn þína á öllum sviðum. Því að við vorum aðeins að tala veðrið áðan og vorum að tala svona íslensku þjóðarsáluna þá var hjólreiðamaður sem komst í að kreppan á bara hvað var í fyrradag þegar hann klemmist á milli snjóskafls og bíls. Bílstjórinn var hún þreyttur á að hann væri að dóla sér á veginum og það brutist út hann einhver handalögmál. Sáu þetta? Já. Ég svo þetta. Ég ætla að gera athugasemd við hvernig orðað þetta, af því að hann klemmdist, en hann sko, það bílstjórinn sem klemmir hann. Það var ekki lágan. Já, ég bara afsakið. Það var geranda inn í þessu. Já, það var sem sagt klemdur, bílstjóri klemmir hjólreiðamann á milli bíls og skafls. En þetta var svona kannski og svolítið einkennandi fyrir stemningunum sem að myndaðist í umferðinni í fyrradag þegar snjórinn kom. Mér finnst þetta líka segja svolítið mikið þessi svona, hvað ég segja, polariseringu milli svona bílisma og svo hjólreiða fólk sem hjólar mikið. Að maður sér það eins og kommentarkerunum, maður fylgist með hvað búið að skrifa undir, það er rosalega hatrum umræða og maður sér alveg að það er svona sko eins og kannski líka það sem að eiginmaður ökumannsins tjáði sig sem sagt að já, hjóliðamaðurinn var að dóla sér á miðjum veginum og svona pirringur, það er svona hann á ekki að vera þarna og ég las eitt komment sem var já, hún hefði bara átt að keyra yfir hann, bakka og keyra aftur yfir. Þú veist, það eru svona athugasemdir og svo á hinn bóginn líka, þá bara sko
bara stingin í fangelsi og það bara taka fólki prófi. Ég reyndar þá þetta alvarlegt umferðarlaga brot. Já, ég meina þetta bara ofbeldisverk í mínum huga. Þú veist, og auðvitað einhver aðdragandi sem að maður sér ekki, en mér alveg sama sko, það skiptir ekki máli fyrir mér. Það skiptir ekki máli, þetta hefði verið alveg mest fyrir aðdragandin það má ekki keyra á hana fólk. Þú mátt bara ekki keyra á fólk, þú mátt ekki gera eitthvað svona viljandi og hjólreiðamaður í rauninni bara, þú veist, eins og gangandi vegfarandi, það óvarinn, hann ekki inn í bifreið. En það líka það sem það svolítið áhugavert líka að fólk núna að klippa og líma upp úr umferðarlögum og setja í komment og svona, þannig að það skapast kannski einhver jákvæð umræða, eða svona upplýsandi umræða umferðarlögin, að til dæmis eins og þetta sem ég las í dag að í rauninni reiðhjól skilgreind sem faratæki, þau mega að vera á Ég meina þau eiga að vera á göðunum. Það eru svo undan þá reglugerð að þau megi vera á gangstíðum, en þau eiga að vera á göðunum og ef það einhverja ökumaður að aka skringilega, þá mátt þú augljóslega ekki bara eitthvað að taka bílinn og einhver svona þröngvonum úti, það má ekki gera það. Ég með ekki frekar en maður má bara hrinda fólki sem labbar hægt fyrir framan mann. Þótt að mann langið á. Það samt einhvern veginn ólíklegra til þess að en þetta bara svona, já, ég veit ekki, í tengslu við þetta mál og eins og nefnir kommentakerfin og þessi polarisering, það eru orðin svo rosalega hatursfull umræða á internetinu og ég alltaf að velta fyrir mér hvort að við förum ekki að nálgast eitthvað svona tipping point, þar sem að þetta bara þú veist, við förum að þetta jafnar sig. Ég held að það sé bara mannlegt eðli, þú veist, einhvern veginn fólk alltaf dónalegir í síman, það bara leiður komin einhver fjarlægð, þú ert ekki með, þú veist bara svona falin á bakvið, og nú getur verið nafnlaus líka, og þú veist, og bara fólk sem að myndi aldrei nokkuð tíman segja neitt, bara, þú veist, svona augliti til auglitis, þú veist, getur algjörlega snappað, þetta bara eins og hjólreiðamaðurinn og Já, þetta einmitt að vera með svona skjá, hvort sem það bílrúða eða bara tölvuskjár, og maður einhvern veginn svona á bakvið getur maður gert hvað sem En ég meina augljóslega, þú veist, hann lemur hann að speilin af og þú veist, maðurinn sko annarkvart þetta bara tveir alveg bara bandbrjálaðir einstaklingar eða þá þetta fólk í losti. Ég hugsa að ég hefði örugglega slegið speilin af líka ef að ég upplifði mig svona ég hefði farið bílstjóra meginn og bara þetta árás, maður sér líka bara hann hjólið fast, hann að dröslaði hann upp úr á milli, það sem að fast á milli bílsins og skaflsins. Þú er búin að vera dröslaði alveg yfir skafla og út allt. Og keyrði, þú veist, hjólaði hvernig, þú veist, ertu að grínast, við sjáum alltaf hvernig færðin við þú veist, við vorum líka bara að því að þetta sko hringtorkinu hann áður en maður kemur inn í spöngina, það ekki í Grafarvoginum. Sýndist það svona á, og ég meina það enginn að keyra hratt þar. En hvernig áttu líka að hjóla í þessari færð, þú veist, bara bílarnir gátu ekki einu sinni, þú veist, það eru allir að einhvern veginn, það eru klaka og snjóhryggir og þú veist, þú nærði ekki að stýra neinu ökutæki fullkomlega í þessari færð og hvernig getur þú þá gert þær kröfur til, þú veist, en fyrir utan það bara má ekki ráðast svona á fólk. Ég var bara eins og ég var í Disneymynd, ég nefnilega göngufæri í vinnuna. Þannig ég var bara að labba í gegnum Klambratún og segja góða daginn við allir. Það er æðislegt. Ég tók ég bara upp fyrir rauðaborðið mitt, ég labbaði heim og það var æðislegt. Það myndaðist eitthvað svona allir segja eitthvað til að heilsa hvort öðru og það var glaðir og fólk var að hjálpa í það og svona, en svo voru einmitt svona einstaka fílustrumpar í umferðinni sem gerði þetta svolítið erfitt en svona fór gangandi vegfarendur og hjólandi og jú, þeir sem voru búnir að festa bílana sína ekki þar og þurftu aðstoð. Þetta var eitthvað svona svona undantekningar ástandi og mér leið allt í einu eins og ég byggi í samfélagi. Ég fann fyrir því. Gaman að heyra þið hafi upplifað þetta því að ég nefnilega þennan dag, ég tók langan göngutúr, hann var æðislegur en
svo leið að ég var komin í bílinn, var að fara að sækja og eitthvað svona, þú veist, maður fór sinni að lesa fréttir af einhverjum svona árekstrum fólks, þá upplifði ég þetta einmitt sérstakt, út af því að venjulega hefur mér alltaf fundist, þú veist, maður bara, já, hérna erum við góð, við erum góð í þessu, af því að fólk stoppar og það stekkur út úr bílnum og það hjálpa til við að ýta og þú veist, Íslandingar eru svo hvassir og ruddalegir oft, en þú veist, hérna hefur mér fundist við skara fram úr. En ég upplifði það ekki þennan dag. Mér fannst bara fólk vera ofboðslega, þú veist, mikið á flautunni, og einhvern veginn, þú veist, að fara yfir á rauðu ljósi, stípla all gatnamót einhvern veginn, þú veist, ekki þetta tillit, þessi svona tillit sem mann hefur kannski oft upplifað. Þannig að maður þarf bara að halda sig frá bílnum þegar snjóar og bara labba í gegnum bæinn. Það var fullur strætó í dag, eða var það í gær, seinnipartinn, þá þurfti bara, fólk gæti ekki farið í strætóin, það var bara fullur, sem bara jákvæmt. Já, einmitt, og svo var annar strætó sem að festist. Já, fór allir út að tókst reyndar ekki í ídunum, en fólk það var nú alltaf kom allt og seint í vinnuna og bara, það var bara allt í lagi. Ég var ekki að gefa seint í klatan nýtt þessa vikuna. Nei. Það hefði verið ansi óvinnsæl hjá öllum. Já, akkurat. En það var svo sem, mér langar svolítið líka, fóruð þið í verkfall, hvernig verkfallum síðust helgi? Já. Ég var heima með veikt barn. Akkurat, þú skrifaði nú það, hugleiðingu. Vinkonum mína voru mikið að reyna að fá mig og hvetja mig til þess að heyra kannski í pappanum hvort að hann geti tekið, en mér langaði bara svolítið, það var sprungið hljóð og 39 stig hitti og mér langaði bara að heima. Og ég svona einhvern veginn fæ síðan Instagram story af þeim að skála og svaka stuð og tala um vinn minn í síma og sé þá 2 konur og stóð með ryksu og skúringafötur á bakinu og alla vinkonum mín í kvennafríi, vinkonur sem eru komna langt yfir glerþakið og ég fekk pínu svona, var að segja þetta við vinn minn sem var að upplifa það sama, hann að vinna á skrifstofu og það var kona ryksu undir borðið hans, eina konan á vinnustofnum sem fór ekki. Þannig ég er svona smá hvort við séum að hífa allar konur með, hvort þetta sé bara í alvöru líka bara einhvern veginn, svo fekk ég sko mömmu og allar vinkonur hennar í kakó til mín eftir þetta og þær voru einmitt eitthvað svona fuss og sveið við því að það væri að halda sömu skiltum og berjast fyrir þessu sama, en líka bara svona minna þakklætið, líka bara það sem hefur áunnist á svo 50 árum, af því það er ekki langur tími en þótt að sé margt eftir, en bara svona ekki, það er þetta pínuð svona erfitt. Já, ég er alveg sammála þessu og það var náttúrulega haft orð á þessu í einhverjum ræðum, þannig að það væru konur sem að þyrðu ekki eða gætu ekki upplýða, þær gætu ekki lagt niður störf þennan dag og það væri bara ekki stuðningur við þetta verkfall á öllum vinnustöðum, þannig að það var áminning það. Ég veit að Háskólinn í Reykjavík hringdi í 3 fyrirtæki sitt og bara afþakkaði og sögðust alltaf bara hvern laun og það var jákvæmt. Og leikskólinn sem að strákurinn minn er á, hann studdi konur í þessu verkfalli og við vorum bara beðin eða feður sem var sérstaklega beint til feðra að sækja klukkan 1, þannig að þær kæmust í göngu og á fundin, en ég meina ég upplifði þetta svolítið sem svona bara samstöðufund fyrir mitt leyti að mæta hana og bara eins og maður gerir fyrir þú veist, af því að þetta er ekkit líka fyrir þær sem kannski get ekki. Já, fyrir þær sem get ekki og þetta er ekkit endilega, þú veist, bara átt að allra kvenna, af því að, þú veist, við erum með við horfum á stjórnsýslun okkar og bara ríkisstjórnina og það er bara gomma af háttsettum konum, en það þýðir náttúrulega ekki að en samt eru konur sem samt eru kvennastörf almennt, þú veist, verðlaunuð og bara verðmetin og við erum ennþá að, þú veist, vinna mikilvægustu störfin í rauninni launalaust, sem er bara það að fæða og ala upp börn og mér finnst það hafa gleymst svolítið í jafnréttisbaráttunni þú veist, við erum svo uppteknir af því að fá tækifæri á vinnumarkaði og vera körlum þar, en svo einhvern veginn erum við ekki að fá þá
til mótsögu okkur heima og það einhvern veginn 80% af álagsjúkdómum eru hjá konum og hvað þá í kulnun og við erum ennþá með allar byrðarnar þar og umræðan með þriðjuvaktina hefur bara ekkert skilað þannig árangri og mér finnst það vantað og þannig ég einhvern veginn svona fundið það svolítið svona til með börnunum okkar að mér finnst þau finna þetta álag og svo streitu svolítið af því að hún er smitandi og þetta berst í börnin. Það kom út skýrsla hérna, þegar var hérna örorkutryggingar kerfið var uppfært bara núna hérna í í sumar. Þá hérna var gefin út samhliða skýrsla þar sem var skoðað einmitt og voru skoðaðir hérna örorkulífeyrisþegar og það kemur í ljós að ofboðslega stór hópur þeirra sem eru á örorku eru konur svona á miðjum svona rétt og yfir miðjanaldur sem eru í mikilli kulnun vegna heimilistarfa og hafa kannski þurft að vera umönnunaraðilar fyrir einhvern á heimili, börnin sín, mannin sinn, foreldra og þar fram til göttunum og ég man nú ekki alveg, ég þori ekki alveg að fara með hérna prósentutöluna en hún var mjög há. Þannig það eins og segir það, þetta svona... Mér finnst líka að gleymast alveg að skoða þetta út frá börnunum. Mér finnst það einhvern veginn, ég er alveg þar. Mér finnst þau hafa pínu og við erum svona einhvern veginn alltaf að tala hallara konur að þurfa að vera, þú veist, að taka vetrarfrí eða lengrarsvima eitthvað. Alltaf að halla á eitthvað að þurfa að vera í samveru með börnum og mér finnst það einhvern veginn svo sorglegt. Mér finnst að það eigi að vera, mér finnst við eigum að slást það. Að fá að taka vetrarfrístagan eða lengrarsvimafrí eða minnka hlutfallið eða taka meiri fæðingarorlof. Mér finnst við eigum að slást það af því að þau eru bara börn í smá tíma allt og stutt og það er einhvern veginn alltaf verið einhvern veginn að bítast hvor fær að vinna meira og hvor kemst lengra. Já, algjörlega. Þetta er einmitt, þú veist, og þetta er einmitt svolítið merkilegt af því að þetta er einmitt, þetta er svona svolítið karllægt hérna svona umhverfis sem að við erum búin að ryðja okkur til rúms í og erum rosalega mikið, en þú veist, en það vantar einhvern veginn einmitt svona, þessa svona kvenlægu nálgun sem væri þá, þú veist, kannski meiri svona mýktinn og hérna og bara ala drengi upp í meiri samkennd, umhyggju, umönnun og öllu því af því að við skorum bara mjög lágt í samkennd samkvæmt PISA og það er eitthvað sem við þurfum að læra svona samanber hjólreiða. Já, það er mikilvægt að taka þann pólinn í hæðina að einhvern veginn að við allt samfélagið bæði og sérstaklega þá kallar þurfum að stíga inn í þessi umönnun hlutverk af því að í þessari umræðu þá og sérstaklega að því að við ætlum kannski að ræða líka eins og leikskólamálin að það fer svo oft í ykkur svona samviskubits umræðu það að einhvern veginn konur að hamast við að vera í ykkur karriér og eignast peninga og fá völd og viðurkenningu utan heimilis og gleyma börnunum sínu. Þetta verður svo oft einhvern veginn þannig. Skömmin ratar alltaf til kvenna, sko. Þannig að og eins og þú bendir á og þessi rannsóknir að konur, sem ég bara lesi líka, maður svona alltaf að sjá einhverju svona rannsóknir. Já, ég ætla bara að googla það meðan þú talar. Já, nei, bara svona eins og til dæmis að ég held að við tilheyrum þeim hópi líka, þetta er svona konur, á 40-50 aldri sem eru kannski með börn og eru líka einhvern veginn að vinna úti að þetta er líka bara mjög stór áhættuhópur fyrir að lenda í kulnun. Þannig að konur eru þegar að sinna sínum skerfi af umönnun og ég held að mjög margar konur njóti þess líka. En svo samviskubitið alltaf að tói báðar áttir. Já, einmitt, tói báðar áttir að því að maður er kannski að ekki sinna öllu því sem maður á að sinna í vinnunni og þannig að þetta er... Jú, og það er náttúrulega líka bara það að þú veist, það er ekki, einar tekjur er ekki nóg. Þú veist, það bara, ímyndum okkur allar einstæðu mæðurnar eða einstæðu foreldrin sem að bara ná valla að reka heimili. Þú veist, þú lífur ekkert á í dag. Nei. Þú lifir ekkert minna, þú veist, og hvað þá að þú veist á leigumarkaði, það er svo óbúslega dýrt að vera fátækur, að vera ekki ríkur. Þú veist, en mér veist í staðin fyrir að fara þá leið að fara að tala fyrir því að ein laun ættu að duga
til að framfæra fjölskyldu. Ég held að það sé mikil afturför. Þetta eitthvað sem að kvennahreyfingin barðist mjög ötulega gegn í áratugi. En ég samt ekki sammála því að það sé afturför vegna þess að við verðum, þú veist, þú mátt ekki lenda í einhvers konar sambúðarfangelsi þar sem þú kemst ekki út úr. Frekar byggt upp svona stöðningskerfi við þá einstæða foreldra. Til fyrsta lagi þurftu barnabætur að vera miklu hærri á Íslandi og ekki tekjutengdar þannig að þú bara mátt fara rétt yfir eitthvað og þá vinnur nokkra yfirvinnu tíma já, og það var það dottið út þá ekki að vera þannig og saman með húsaleigubæturnar auðvitað fyrir þær sem eru á leigumarkaði. En þetta er kerfi sem til staðar og bara virkar ekki. Þannig að það var frekar að berjast fyrir því að breyta kerfinu. Þú veist, bara sama hvernig þetta gerst, þá vil ég bara að fólk geti verið einstæðir foreldrar án þess að fullkomlega kála sér úr áhyggjum og streitu en báðir, það væri bara svo frábært ef atvinnulífið myndi bara vera með okkur í þessu og kannski í staðin fyrir að hækka laun, það væri einhver hlunnindi að fá lengra sumarfríi eða að fá einhverja daga, eitthvað svoleiðis. Ég held til dæmis eins og að atvinnulífið og líka bara ríkið og sveitafélög þurfti að koma til móts við barnafjölskyldur í svo miklu ríkari mæli. Þannig að það væri hægt að koma því við að bara foreldrar af öllum kynjum gætu verið í minna starfshlutfalli á einhverju tímabili í lífi barnanna sinna og að það ætti ekki, og ef allir gera það, þá kemur það kannski ekki niður á starfsframa á sama hátt og svo bara eitthvað styrkja kerfi, samrekstur að koma inn á móti, það finnst mér. Ekki þetta endalaust að samviskubit hvert konum sem að vilja eiga opinbert líf eða þannig. Mér finnst bara svo mikilvægt að við séum samt meðvituð af því nú er ég búin að vera með börnum síðan 2006, bara ég finn bara svo mikinn mun á börnunum, bara hvernig þau eru einhvern veginn eirðalausari, athygli þeirra minni og þú veist, þetta er skjárinn ekki að hjálpa en bara að því að streita er svo smitandi og við finnum það bara ef við vinnum með manneski sem bara komur umferð og er pirruð og þetta bara smitar allt í kringum okkur og ég held við þurfum bara að hægja þess á samfélaginu og samfélagsmiðlar líka ekki að hjálpa af því við höldum einhvern veginn við þurfum að taka þátt í öllu og gera allt eins og allir og eiga allt og það er eitthvað svona tjekklisti en er þetta ekki rosalega mikið einmitt samfélagsmiðlar, þú veist, skjá er bara internetið, þú veist, gera og greindi það er allt bara rúllandi og sko ég upplifa það líka svona samfélagsmiðlanir sem að við sáum fyrst hana 2007 eða eitthvað það var meiri ró yfir þeim það var bara þú veist, MySpace og Facebook til að byrja með þegar maður var að skrifa svona veggin hjá vinum sínum náðu í síman en svo hefur einhvern veginn svona þú veist, einhver snjóbolti rúllað og er bara, þú veist, það er bara algjört mayhem í dag að það eru auglýsingar, það er sko einhvern veginn athyglin þín er söluvaran og það hefur aukist svo óbúslega mikið á undanfarnum árum að börnin okkar eru á öllum þessum miðlum eru þau bara, það eru bombarderuð af auglýsingum og þetta er svona endalaust dópamín sko, þetta er svona smáskaptur af já, og síðan vídeóin og þetta er allt hana, það er bara búið að besta það hvernig, þú veist, er hægt að mauka heilan þinn. Ég er svona sjálf, ég hlusta alltaf á podcast á 1,5 og svo þegar ég ætla að fara að horfa á Silfrið eða eitthvað, þá er ég bara, mér finnst enginn koma sér efninu og bara, þú veist, ég finn þetta eins og sjálfur mér, ég bara að horfa á bíómynd er bara æfing fyrir mig að bara já, og hafa ekki neitt í höndunum og vera ekki að kíkja á síman, þú veist, ég þarf alveg að vanda mig og bara setjast á biðstofu og meðvitað ekki að fara í síman bara því við erum öll bara að búa til athyglisbrest hjá okkur sjálfum, þú veist, þetta er ekkit það er örugglega helmingurinn af fólki sem er á ADHD-lyfjum á ekkert að vera þú veist, það var bara það þurfti bara svona kötta út nokkra svona áhyggjur það er bara allir að spýtti og ég er að vona að þetta verði eitthvað tíman eins og reykingarnar við verðum bara eitthvað guðmunni þegar við gáum börnum síma og vorum kannski bara veitingastað með síma er ekki ykkur breyting í gangi? Mér finnst það, því að mér fannst eins og fyrir nokkrum árum síðan þá var til dæmis svona börn í kringum mig, svona tengt mér fjölskylduböndum sem voru að fá snjallsíma svona 7-8 ára. Núna erum við að tala um að gera svona, hvað heitir það, svona foreldra sáttmála í bekksjóna minn sem er í 4. bekk að bara
við erum ekki búin að ákveða neitt, en það er svona hefur komið til tals, bara engir snjallsímar fyrir 13 ára, þannig að fólk orðið meira svona meðvitað þessar hættur. En svo ætti líka bara að vera. Ég ósamlega þessu, mér finnst börn vera bara yngri og yngri, allavega. Já, ég meina, strákurinn minn eldri fékk ekki snjallsíma fyrir en það ekkert það langt síðan að hann fékk sinn fyrsta snjallsíma, hann var bara með takkasíma fram að því og það eitthvað sem maður svona leita á sem bara öryggistæki einhverju leiti. Það líka ekkert gaman að vera í, þú veist, ég meina, hvað gerðum við? Hefur farið í sneik? Þú veist, okkur fannst það gaman. Það var ekkert annað í boði. Svona minn elskar sneik, það er ókslega fyndið á. Það var steinaldapann mér. En þetta einmitt, þetta kannski líka kemur svolítið inn á fréttir sem að voru í vikunni svona hópa, ofbeldishópa sem að svona herja sérstaklega á börn og það, í fjölmiðlum var tekið dæmi ungra stúlku sem að hafði lent í klónum á þessum hópum, ég man ekki hvað þeir kalla sig, 764 heitir þessi hópur. Og þeir raunni finna þau í Roblox eða eitthvað staðar þar sem að þau eru nettengt, ná einhverju trausti og byrja svo einhvern veginn svona sálrænt bara að hrella þau. Já, þetta eitthvað svona, það einhver uppbygging, þú veist, og fyrsta skrefið að bera kennsl á börn sem eru í viðkvæmustu, einmitt, bara einmanna, þú veist, og þessi stelpa hafði verið lögð mikið einelti, átti enga vini, sagði hún á þessum tíma. Hún 13 ára þegar hún dettur inn í þetta fyrir á Discord og þar hún bara að sjá hryllilega hluti sem að hún segir engum frá þessu en hún hringir í lögregluna á einhverjum tímapunkti og upplifir þá að ég meina eins og hún segir þetta bara að lögreglun hafi sagt að það væri ekkert hægt að gera þannig að hún upplifir bara fullkomið áhugaleysi fyrir og hún var búin að senda einhver skjáskot eða lesa þeir sögu sína í fjölmiðlum fyrir 2 árum síðan, þessi kona og dóttirinnar. Þær voru, DFF var mikið með þetta mál, talaði við þær og þar sem að þær voru að kæmu, töluðum þetta, það kæmu alls þar að lokundyrum. En svo virðist hafa breyst þegar sko FBI hún birtir á Twitter eitthvað myndskeið þar sem hún bara að segja sínu sögu og FBI bara með anga úti á þessum miðlum þar sem að krakkar eru að tjá sig þannig að það er haft samband við hana og það er haft samband við lögregluna á Íslandi og það eru síðan bara Interpol og Europol sem að koma inn í þetta líka þannig að þetta er risastórt mál það eru og þessi stelpa, hún 13-14 ára að horfa á önnur börn fremja sjálfsvíg í beinu streymi. Hún að tala bara 12-15 ára krakkar. Að hún hafi séð allavega 3 þannig tilvik. Þetta er bara mannskemmandi og þú veist, og maður hugsa með sér, þetta hugsa maður líka bara, þú veist, ég meina hver hvatinn á bakvið þú veist að fá að lokka börn í eitthvað svona. Er þetta eitthvað svona, verið að selja aðgang, þetta eins og klám sem að eitthvað fólk kaupir sér, eitthvað svoleiðis eða hvað? Það kynferðisofbeldi en þú veist það líka bara þau eru beðin að drepa húsdýrin sín, jafnvel fremja morð jafnvel á systkinum eða fólki kringu sig, þú veist það vera einhvern veginn, þú veist, það vera bara og þau náttúrulega, þú veist, þau eru búin kannski að senda einhverja svona compromising myndir af sjálfum sér sem eru notaðar sem þess að kúa þau. En það er svona svo mikilvægt að fara að fræða börn. Við erum ekkert að fræða þau nóg interneti og kenna þeim á interneti. Þannig líka samt á þess að sé eitthvað svona tabúdæmi þannig að þau leiti ekki til okkar, verða að geta komið til okkar þegar það eitthvað svona. Jú, en það alveg einhver fræðsla á efri og það þarf svona að byrja bara. Já, ég alveg sammála því. 5 ára. En það sem að mér finnst ótrúlega sérkennilegt í þessu að hún hefur allan samband við lögregluna
og það stoppar einhvern veginn þar. Það er eins og lögreglan hafi bara ekki haft neina vitneskju og Nei, menn og það er eins og lögreglan sko, eða þessi aðili sem að hún lendir á þannig átti sig ekki á því að þú veist, það er upplýsingaskylda og ekki bara á lögreglunni, heldur á okkur öllum. Ef að við höfum vitneskju það að barn í hættu og bara hvað sem það ekki samband við foreldra. Það var ekki haft samband við barnavernd og það er upplýsingaskylda til barnaverndar. Lögreglan hafi hvorki samband við foreldra né barnavernd, þannig að hún þannig ein í einhver ár eftir þetta með þetta viðmót frá einhverjum aðalega innan lögreglunar að það væri ekkert hægt að gera og hún þyrfti bara einhvern veginn að hún þyrfti bara að díla við þetta sjálf og bara, þú veist, og síðan bara að skera sig og þangað til að þetta eskalerar alveg, þú veist, og hún bara, það verið að segja henni, sko, það eru 100 manns að horfa okkar streymi það sem að verið að segja henni að skera sig háls og hún stödd inn á klósetti í skólanum sínum. Og það komið að henni. Þetta er svo rosalegt og maður skilur ekki með sko ískuna þarna baki en líka bara, þú veist, hvernig getum við vernda börn fyrir þessu? Það einmitt bara með því að kenna þeim alveg svo við kennum þeim að leika sér ekki út í umferðinni og við kennum þeim að þeim hefur ekki verið ein einhvers staðar niður í miðbæ miðjanótt og þú veist, það er svona alls konar hlutir. Mér finnst það alltaf svolítið gott dæmi, þú veist, myndirðu leyfa 9 ára barninu þínu að fara eftir miðnætti niður í miðbæ helgar af því að þú veist, það er eins og leyfa því að vera einu og einn og greinilega þarf að skoða einhverja verkferla hjá lögreglunni þar sem að tekið á svona málum og ef að lögreglan svarar því til að það sé ekki takt að gera það þarf einhvern veginn að bæta lagaumhverfið eða hvað það er. Við þurfum einhvern veginn að Ég hef oft velt því fyrir mér sko hvort að ég bara lögregluembættið ég hef líka bara oft fullyrt það að lögregluembættið sé bara svolítið barnsins tíma í þessari mynd þar sem við þurfum sko sérfræðingar í málefnum barna, við þurfum sérfræðinga í áfallanálgun og við þurfum sérfræðinga í hinn og þessu, ég meina, og svo rannsóknar lögreglu og hérna þetta sé í rauninni það sem við ættum að vera að eyða púðrinu í því að þetta er í rauninni manneskjurnar sem að sjá eftirmálana. Lögreglan kemur ekki veg fyrir glæpi þú veist, ekki með beinum hætti hún kemur yfirleitt á staðinn þegar glæpur hefur verið framinn og við kannski ættum að horfast frekar í augu við það og hérna efla þá einmitt hérna starf lögreglunar eða einhvers konar hérna kerfi sem að teka á móti þeim það sem er bara einmitt rosa mikið tala, ég fylgi svo mikið með umræðum og fréttum frá Svíþjóð því að teimi þar alveg í mörg ár og það eru núna einmitt umræður það hvort að eigi að lækka refsialdurinn. Það hefur verið þessi refsingar afsláttur fyrir unga og núna alltaf hafa glæpir meðal krakka aukist alveg gífurlega, sérstaklega því að það eru aðrir hópar, óprútnir aðalar sem eru að notfæra sér þessi krakka og fá þá til annarkvort að kúa þau til þess að blata þau með loforðum laun og eitthvað svoleiðis sem að verði svo ekki af og eitthvað svoleiðis. En sérfræðingur eftir sérfræðing segir að það þarf að byrja miklu fyrr, byrja brunnin, það þarf að setja peninga, fjármagn í bara félagsmála, starf, fræðslu, bara stuðning við börn og ungt fólk og styðja þessi hérna hverfi sem eru hérna segregerið eða það sem eru svona innflytjanda þétt í staðan fyrir að einhvern veginn, það geta hinum endanum sko. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, einhver svona svolítil crazy öfgahægri stjórn sem er að tala þessar aðgerðir að lækka refsi aldurinn niður í 13 ára, þú veist, ég meina ef þú ert ekki með kosningarétt, þú veist, af hverju ertu ekki með kosningarétt 13 ára ef þú getur fyllilega tekið ábyrgð á einhverjum glæpum sem að þú fremur, það er augljóst að það er eitthvað mjög brotið í samfélaginu ef að 13 ára börn eru að fara að fremja alvarlega glæpi. Já, það eru svona stærsta rauðaflækið held ég að hérna samfélagsjóðið mjög veikt. Ég held líka bara að fólk sem fremur ofbeldisverknað, það er fólki sem líður illa í mörgum tilfellum. Já, og bara er jaðarsett og hver jaðarsetti það gerir það ekki sjálft. Þú veist, þetta bara er einhver svona strúktúr í samfélaginu okkar sem að
sem að veldur því að fólk upplifir þessu utangarðs og en það annað sem áhugavert, þú veist, varðandi hérna, þú veist, þessa hópa sem að ráðast hérna komast svona að börnum á netinu, það að þú veist, við erum að upplifa útrúlega sérkennilega tíma núna að því að þegar foreldrar þessara barna eru börn þá þetta ekki til þannig að við erum að, þú veist, foreldrarnir skilja ekki í rauninni, já, þú veist, þau skilja ekki hvað í gangi, hafa ekki sömu tölvu þekkingu og börnið þeirra, þú veist, hafa ekki hugmynd að það sé hægt kannski að, þú veist, spjalla saman eða þú veist, það sé hægt að véla börnin inn í einhvern félagsskap í gegnum einhverja tölvuleiki. Þetta bara það sem er stór gjá. Og litrikir og bara eins og Roblox sko. Og bara Minecraft eða eitthvað, þú veist, bara tölvuleiki sem að virðast bara vera, þú veist, ekki var hægt að það gat enginn tala við mig því ég spilaði Bubble og Nintendo 64 það bara það bara að spila tölvu og þannig einhvern veginn, þú veist, harfið þessi heimur svolítið viðmanni maður er einhvern veginn svolítið saklaus þessu maður er bara vitlaus það var eitthvað svona, þú veist, einmitt bara einn hverfispervert sem að passaði sig á nú eru þau bara allir komnir bara í tæki hjá barninu ykkar og þeir eru bara, þú veist, einmitt allstar í heiminum með alla hverfisperverta í heiminum á bara þú veist á náttborðinu hjá barninu og það er áhugjefni ég meina það er náttúrulega bara stórkostlega hættulegt og þú veist, og ekki bara hverfisperverta, að þetta eru ekki bara kynferðisglæpir, þetta eru, þú veist, bara þú ert með klikkaðasta lið í heiminum sem að, þú veist, bora sér inn í snjalltækin hjá börnunum og hvetja þau til þess að fyrirfara sér. Þú veist, hver gerir það? Hvað er þetta að græða því? Stundum eru þetta önnur börn, ég sá það eitthvað og var eitthvað svona greining á því hverjir stæðu að baki þessum og þetta eru þá svona, þú veist, vestrænir hvítir einmannastrákar svona incel hérna male loneliness epidemic týpur sem einhvern veginn svona líður þess að séu utakar og fara að gera eitthvað svona ljótt og það er náttúrulega líka bara hérna stórt rautt flagg ef að börn eru tilbúin að gera öðrum börnum svona og að þetta sé sko bara að hvatinn sé bara að skaða, bara að, þú veist, að meiða, niðurlega skaða, þú veist, þetta er ekki, og maður bara, þú veist, auðvitað skilur maður þetta ekki, bara, maður á ekki að skilja þetta er bara... Þetta er eins og einhvern veginn að sé einhvers konar svona, maður upplifir stundum með þess að sé einhvers konar siðrof í gangi, það er með þess að hérna, ég gleymi alltaf íslenska orðinu fyrir hérna polariseringu, skautun skautun og bara einhvern veginn, ég veit ekki eins og ofbeldi og hatursorðra sé meira einhvern veginn bara leiðileg og hvernig bara fólk talar bara eins og stríð og árásir gegn hérna óbreyttum borgurum og það er bara einhvern veginn innflytjendur, já, einmitt þessi hérna maður sem var að gangast við því að vera rasisti hérna þessi ungi við finnst hann ekki vera svo ungur en hann virtist og það sem var svolítið hérna merkilegt í öllu því máli, ég meina hann svo segir af sér þarna einhverju ég veit ekki hvað hann hérna, en hann var samt bara bergmála hérna skoðanir miðflokksmanna sem hafa haft sér mikið frammi. Hann var ekkert eitthvað ofboðslega frábrugðinn því sem að Sigmundur Davíð hefur sagt og ég meina klausturkallarnir og þú veist, þannig að þetta var einhvern veginn, þetta var ekki svo fjarri. Ég held að hann hefði bara verið heiðalegri. Hann sagði það eitthvað sjálfur hann sagði bara, þú veist, ég skal bara segja það eins og sagðan, og þú veist, ég er rasisti vegna þess að ég trúi þessu og það er bara þannig að, hérna, þú veist, að margir eru á sömu skoðun og ég og hann hefur væntanlega verið að tala sín flokksískinni, mörg hver, nú er ekki að fullur þau öll, en hérna,
en hann talaði einmitt þannig og hann sagði bara, ég ætla bara að vera hugrækkari en þau. En mér finnst alltaf þessi umræða dálítið erfið líka, sko. Þetta að vera heiðarlegur og já, þú veist, að segja það sem aðrir hugsa og eitthvað svona. En þá ertu líka að flytja fram einhvern veginn, hvað segir maður, hérna, víið og það sé bara, já, einmitt, já, það er bara allt í lagi að vera rasisti. En hvað hefur samt verið betra fyrir hann að segja? Nei, ég meina, ég á ekki við, þú veist, ég á ekki við það. Ég upplifði hann bara svona, kannski bara svona, þú veist, ég meina, hann gekkst við þessu, í staðan fyrir að vera bara, nei, þú veist, þið miskilduð og þú veist, einhvern veginn bara svona orðasallata sig út úr þessum óþægilega aðstæðum þannig að hann gæti haldið áfram í miðflokknum eða í pólitík og reittur sem að er eitthvað sem við horfum upp á stjórnmála fólk gera bara daglega að, og þú veist að það er verið að ljúga þig, það bara, þú veist, það er það sem ég... En ég veist að við þurfum einhvern veginn að þjarma að svona fólki sem að tjá sig svona. Jú, en Bjarni Ben alltaf gerði þetta. Hann gerði þetta og hann færði þessi mörk og hann, þessi maður, það veit enginn hver þessi miðflokksmaður er, enginn, fyrir núna. En Bjarni Ben gerir þetta á sínum tíma og og það er mjög alvarlegt, þú veist. Hvað var það aftur sem hann... Það var hérna með tjaldbúðunar þar sem hann svona eiginlega grautaði saman skipulögðum brotahópum og flóttafólki sem var með tjaldbúður hérna. Á hinum heilaga Austurvelli. Á hinum heilaga Austurvelli. Og það er mjög slæmt. Ég meina, en við sjáum líka að ég veit ekki, þú kannski hefur betri innsýn í það. Þú veist, þessi orðræða, Bjarni Ben, hún svolítið klauf Sjálfstæðisflokki? Ég veit það samt ekki alveg hvort að það hafi verið það sem einhvern veginn, nei, mér finnst það ekki endilega og ég held að það hafi einhvern veginn svona verið meiri umræða í kringu Sjálfstæðisflokkin heldur en innan hans varðandi þessa tiltekni. Já, ég held það sko. En það er þessi harðlínustefna í útlendingamálum og annað. Ekki það að við erum að sjá dómsmálaráðherra núna ganga fram með einhvern veginn nákvæmlega sömu lögum lagabreytingum og áherslum og forverennar Guðrún Hafsteins. Þannig að það er einhvern veginn fer ekki mikið fyrir svona mildinni í garð hælsleitenda hjá Viðreisn. Nei. Þannig að maður velti fyrir sér svona, þú veist, erum við bara komin þangað? Ég meina, þú veist, ég veit ekki, bjóst maður eitthvað við því að það myndi fara mikið fyrir mildinni gagnvart hælisleitendum? Nei, sjálfur sér ekki. Það áttum að sé líka ári bara hvað dómsmálaráðuneytið hefði lent hjá Samfylkingunni, þá hefði maður, þú veist, kannski gert meiri eða verið bjartsýnari. Já, ég veit það ekki. Það hefði samt haldið að forsætisráðherra gæti stigið þá eitthvað harðar niður ef það er það sem hún vill, en ég held ekki. Ég held að þetta sé, það ekki baráttumál, nei. Og maður finnur svona einmitt eins og bara áhugi á málefnum Gaza og málefnum flóttafólks. Hann fer einhvern veginn svona, ég bara í fjölmiðlum og annað, fer dvínandi. Ég meina það eru fjöldamörg mál þar sem eru verið að brjóta mannréttindi. Ég meina það var sagt frá því hérna bara í þessari viku að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur tekið, eða sérst kærunefndin þar innan borðs hefur tekið mál manns sem var rekinn héðan úr landi með að er haldið og lögmætum hætti vegna þess að hann var sendur aftur til upprunaríkis sem að þar sem hann var pyntaður og þannig að þú veist það er alveg svona það eru stór mál í þessum í þessum geira og þessum málaflokki einhvern veginn sem að við heyrum ekki af fjölskylda frá Dagestan pappinn sem að ég var pyntaður pólitískur flóttamaður og þau eru með 3 lítil börn mamman jafnasetti keisara þegar þau eru send í burt þau eru bara kúldrast í einhverju gúlagi bara í einhverjum nára í Króatíu þar sem er verið að brjóta þeim einhverjum einasta degi og við einhvern veginn
tölum ekki það og stjórnmálafólkið okkar það einhvern veginn tekur ekki þessi mál og það bara, það eins og þetta sé ekki til. Nei, og einmitt, tekur enga ábyrgð á því að vera sko í þessu stöðu fyrir hönd Íslands, gagnvart heiminum og vera bara afdráttarlaust í því bara, þú veist, einhvers konar afstöðu að við séum fullkomlega andvíg öllum stríðsklæpum, að það verði að láta af þeim tafarlaust, að við verðum mannréttindi hér og við gerum kröfu á það að fólk sem við eigum í einhverjum viðskiptum eða samskiptum við á alþjóðlegum vettvangi gera það líka, þú veist. Við náttúrulega í okkar stærsta bandalagsþjóð, Bandaríkin, Trump þetta komin í bara þróun kjarnavopna og bara ætlar að fara að pröfa þau núna í fyrsta sinn síðan 92 eftir fund með Xi Jinping bara í gær. Eitthvað hefur nú verið sagt á þessum fundi fyrst að hann hljóp beint heim og kveiktu í kjarnaofnunum. Samt og allt og alveg jákvætt að þeir voru að hann var að lækka tolla og eitthvað svona, hann var að tala að það er hvað sé að þiðna því þeirra, milli þeirra og eitthvað svona. Ég held sko að Trump hafi kannski bara játa sér svolítið sigur hvað það varðar af því að þú ferð ekkert í tollastri við Kína. Kína sér allt, bara allan bara þú veist, allar vörur hafa einhverja viðkomu í Kína. Þetta er bara risastórt framleiðsluland. Það var svo krúllegt, það var hópur frá Íslandi að fara til Kína, ég held að hafi verið á vegum einhvers ráðuneytis og kínverski sósíalistaflokkurinn gaf þeim öllum Labubu til að taka með. Hvað er eftir Labubu? Það er litla kanínan sem hangir á öllum töskunum. Já, Mér varst það svolítið krúllegt að þau komu all heim með Labubu frá. Var það ekki bara núna þegar Halla Jú, það getur verið, á ráðstefnuna var ekki Peking plus og vitnaði Má, heimitt. Já, alveg rétt. Það merka mann. Já. En bara til að botna þetta með kjarnorku tilurðina, þetta er náttúrulega, þetta er mjög, þetta er hrikalegt að þetta vígbúnaðar kapplaup, það er bara að vera að dæla peningum í þetta fyrir ekki rugl og eins og bara þessi að vera að styrkja NATO og þessi allt þetta þessi varnarmál sem er bara þetta vopnaframleiðsla og svo eru svo fyrirtæki eins og Spotify, nú er fólk að hvetja hvort annað til þess að hætta á Spotify af því að eigandinn er að fara að fjárfesta í gervigreindar vopnaframleiðslu, þetta er bara svo galið. Þetta er svo galið. Eigandi Porsche, hann er komin í vopnaframleiðslu, tilkynnti það. Hann er svona þungamið. Porsche náttúrulega var í vopnaframleiðslu, hagnast mikið þar og þannig verður Porsche til í rauninni og síðan hættar í vopnaframleiðslunni því að gekk vel með bílinn. Nú ætla þeir að fara aftur í vopnaframleiðslu. Þannig að þetta er einhvern veginn svona þetta er svona kaldastriðs esk allt og það er virkilega óumrætt en Trump hann ætlar líka að fara í stríð við Venezuela og það er það sem er bara að gerast núna á næstu klukkutímum, næstu dögum við vitum það ekki en hann er búinn að svona senda út herlið og stórskotalið og vopn og landgönguliða og ég veit ekki hvað þarna inn í Venezuela og ætlar að fara í stríð gegn fíkniefnum og þetta er svo kunnulegt stef af því við vorum einu sinni í stríði við hryðjuverk og við vorum í stríði við fíkniefni einhvern tímann áður og bara Íraksstríðið mitt var War on Terror og Svo, einmitt, ég var að skoða líka fréttir að ég búin að vera að sökkva og sprengja fiskveiði báta undir því yfirskinni að þetta séu eiturlyfja smiklarar og sá viðtal við mæður sem að myrða eiturlyfja smiklara. Þú veist, það er líka það sem mér finnst svo klikkað í þessu öllu saman. Bara hvenær var það bara alltaf í lagi bara aftökur án dóms og laga? Einmitt. Það er bara, og það er að grafa undan þessu nútíma, þessu réttaríki sem við höfum einhvern veginn alveg stutt við að væri og bara einhvern veginn og spila inn á þetta samkenndarleysi í fólk en það var að gera þetta rosalega hratt mér finnst einhvern veginn einmitt að grafa undan hugmyndinu
mannréttindi, að þau séu algild, þú veist, að og bara að þau eigi við einhvern veginn, þú veist, minna við horfum, þú veist, ef við tökum bara Gaza sem er nærtækt dæmi, þá er bara búið að brjóta náttúrulega, sko, bæði hvað var það flóttafólk frá Gaza, er búið að brjóta barnasáttmálann sem hefur verið lögfæstur á Íslandi, þú veist, það er búið að margbrjóta hann samninga og bara alla þessa samningar sem einhvern veginn eru undirritaðir þannig í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar sem átti að koma í veg fyrir það að svona nokkuð eins og helförun ætti að geta endurtekið sig nokkuð tíman þeir eru bara orðnir að engu. Þetta er bara hugmynd sem að við vorum alin uppið sem að bara þýðir ekki neitt. Sameinuðu þjóðirnar eru fullkomlega valdalausar, það er, þú veist, það er bara gagslausar, þetta er bara eitthvað fólk sem talar bara út í loftið en gerir ekki neitt. Og svo er bara fólk, þú veist, og svo er bara þjóðir sem að standa fyrir þessum stríðsrekstri, sem hafa gríðarlega mikinn ávinning af stríðsrekstri, fjárhagslega, sem að eru með vító, þú veist, þannig að það er einhvern veginn, við erum bara í pattstöðu og svo bara virðist Evrópusambandið vera svo ótrúlega máttlaust og hrætt að það einhvern veginn þorir enginn að tjá sig, núna eru það eru þetta í stórtækt í vopnaframleiðslu og sölu það líka, en síðan eru náttúrulega bara fjölmiðlar allra Vesturlanda einhvern veginn, þú veist, þetta er svo ótrúlega furðulegt að því að það vantar ekki myndefni, það vantar ekki gögn, ég meina auðvitað á eftir að koma í ljós hvaða þúsundir það eru sem eru grafindur rústum heimila sinna en það vantar ekki smelli á við vitum hvað er búið að vera að gerast og það er ekki bara fólk á Gaza, það er ekki Palestínubúar sem eru búin að vera að senda okkur eða upplýsa heiminn það versta, heldur eru það ísraelskir hermenn sem hafa verið að básúna stríðsklæpum sínum út sig af ódæðunum sínum hlæjandi og bara svona, þú veist, alveg svona hryllilegt og þetta er svo mikil staðfesting á því hvað er búið að gera í rauninni ísraelsku þjóðinni, þú veist, af því að þetta er bara fólk sem að fæðast inn í einhverju aðstæði líka og það er búið að heila þú veist, þetta eru 18-19 ára krakkar að fara í herskyldu og bara drepa lítil börn af því að og hlæja því. Við sjáum þetta mikið í Súdan, það hefur verið talað El Fasir heitir ekki borgin, þetta er í norður Súdan, þar sem að, ég veit ekki hvort ég sá þetta eru svona loftmyndir, þar sem er svona blóði drifin jörð, hún sést í rauninni frá geimnum. Það er svo mikið blóð í sandinum eftir bara slátrunina sem átti sér stað inni í þessi litlu borg, þessu litla svæði, einhver 1000 manns myrt og þarna er rosalega fátækt fólk. Þannig að þarna er fólk sem hefur ekki einu sinni tæki til þess að mynda hryllingin sem að það er að verða fyrir. En myndefnið sem að við fáum þó að sjá, það kemur einmitt allt frá gerendunum sem eru innrásarher sem er miskunnarlaus og ég held í alvörunni, ég væri búin að sjá allt þegar svona allt sem hræðilegt er einhvern veginn í myndefninu frá Gaza en þegar maður sér þetta einmitt með augum þess sem er að meiða og skaða og myrða það einhvern veginn svona magnast upp allur hryllingurinn og maður verður svo máttlaus. Það er svo óhugnalegt út af því að þú veist, þú bara áttar þig á því að þarna er bara búið að innræta fólk einhverju hugmynd það að Palestínubúar séu bara þú veist svona, ég meina þú veist, svona vörmin eða þú veist bara skordýr, bara óhýra sem að þú veist og ég meina þú veist háttsettir ísraelskir ráðamenn keppast við að segja heiminum að það þurfi að drepa hvern einasta Palestínubúa vegna þess að líka börnin út af því að þau séu bara upprennandi hryðjuverkamenn og þannig að þú veist allt sem að þú veist
fyrir 2 árum síðan þegar þetta byrjaði og fólk var bara ógvið, nei, fyrsti spítalinn sem var sprengdur, það var óvart, það voru ekki Ísraelar, þetta var Hamas, það bara búið að færa mörkin viðstöðulaust og þau eru komin bara fram yfir öll mörk, það heimsmynd fólks hefur gjörbreyst. Og við þurfum nefnilega alveg svona markvisst að vinna gegn þessu, sko. Bara þannig að þetta hafi ekki varanlega áhrif á okkur sjálf og okkar eigin sálarlíf. Við verðum ekki dofin fyrir harmi og annara eitthvað. Ég meina, en auðvitað dofnari, þú bara, og það sem að þetta hefur gerst manni auðvitað, að maður einhvern veginn... Maður getur bara einhvern veginn skrolla framhjá ykkur, eða já. Ég meina, þú ert ekki hágrátandi yfir hverju einusta vídeo, heldur ertu bara, og þetta bara varnar viðbrögð líkamanns að deyfa þig, af því að það ekki hægt að horfa upp á svona mikinn hrylling öðruvísi. Akkurat. Þannig að þetta, þessi þetta vopnahlé sem að innan gæsalappa vopnahlé sem að bara einhvers konar PR-stönd á alla kanta. Það náttúrulega búið að margbrjóta atriði sem að var samið og búið að drepa á undanfarnum síðan að vopnahléið kom á þannig að 10. október allavega 200 fleiri, það bara 400 manns talaði núna og núna bara síðust bara í þessari viku og 100 manns þegar þeir 100 manns í afturásum meir en helmingur börn alltaf það og JT1 segir að vopnahléið haldi samt á því hér að það eru mótmæli á morgun Ísland-Palestína er með mótmæli klukkan 2 við Hallgrímskirkju eða Skólavörðuholt þar sem gengur verður áleiðis og niður á Austurvöll þar verða fundarhöld mér skilst að Magga-Stína ætli að halda fund halda ræðu og eða verða með ræðu tölu og þannig að það er svona það er ennþá eitthvað sem við getum gert. Möggustínumálið er náttúrulega annað sem að hefur svona sjokkera mann svolítið í umræðu á netinu. Að sjá bara hvernig fólk hefur leyft sér að skrifa þennan bara ástkæra og ötulega ötulu baráttukonu okkur Íslandinga og ástkæra tónlistakonu. Hafið þið eitthvað lesið? Já, það er þessi polarisering einhvern veginn, þetta er bara fólk skiptir sér upp í lið A eða B og það er ekki tilbúið til þess að hlusta á neitt einhvern veginn sem frá hinni hliðinni kemur og þetta verður bara svona stál í stál einhvern veginn og þetta er svo leiðilegur kúltúr. Hugsið ykkur að segja bara vonandi verður hún drepin, þú veist, hver gerir það? En mér leikur forvitni að vita að því að þú ert að kenna eins og í grunnskóla hvernig verðið þið vör við hjá krökkunum svona eins og þetta að því við upplöfum svona mikla ángist yfir öllu ástandunum í heiminum en heldur að Nei, ekki kannski heimsmálin. Það var svona aðeins í kringum Eurovision, það var einn nemandi minn sem að þau ákvað fyrir skildan að horfa ekki á Eurovision og ákvað fyrir keilu í staðinn nema það var Eurovision og öllum skjám þar. Já, okay. En og þá ræddum við aðeins þetta, bara svona nýtum tækifærið ef það kemur upp. En ég bara, tala bara gegn ofbeldi alltaf, sama í hvað mynda er og gegn hverjum. En þeir eru ekki mikið spá í út fyrir landsteinina svolítið. Þeir eru mikið að pæla í þessu Roblox atriði núna. Það var eitthvað sem nefndi fyrir nokkrum vikum í svona umræðum að börn sæja ekki fréttir svo mikið lengur. Nei. Að þegar við vorum krakkar og það var bara svona línuleg dagskrá, það var bara fréttatíminn og þá bara satt maður þarna og maður sá og maður þekkti þess að kalla Bush og Gorbachev og maður veist það svo afalegir og svo maður svona fékk ykkur svona ykkur fréttir stjórnmálafólki sem að krakkar þekkja eru á TikTok og það eru populistanir eru á TikTok. Akkurat. Og ég held að það sé og það er bara mjög góð punktur. Það er eitthvað svona sem það þarf líka að tuga hverjir eru að ná til barnana okkar svona pólitískt og með hvers konar hugmyndafræði í gegnum þessi tæki. En við erum náttúrulega komnar vel yfir tíma.
og ekki einu sinni hálfnaðar með fréttabakavíkunar. Þannig að þið þurfum bara að koma aftur sem fyrst. Á morgun. Já, kannski bara svona, rétt að lókum, skoðuð þið eitthvað í húsnæðispakkan sem að var kynntur? Ég fekk pínu sama. Já, ég verð að segja sama. Ég hlustaði á Kristrúnu í Kastljósinu og það sat ekki mikið eftir. Nei. Það var svo leiðilegt. Sko, mér veist nefnilega, það þarf að leysa þetta. Þetta náttúrulega dálítið flókið og mér veist alveg að það þarf einhvern veginn að ná tökum á þessu fjárfestinga fastegnamarkaðurinn sé eitthvað svona það sem að bara ríkt fólk, bara leikvöllur og eitthvað svona fjárfesta til þess að þetta á bara að vera heimili og það er auðvitað bara mannréttindasáttmála að við öll að eiga þak yfir höfuð. Já, það þarf einhvern veginn líka að styðja við fólk, minnst líka til þess að kaupa eða leigja. Auðvitað var líka hægt að byggja upp einhvern svona óhagnaðardrifinn leigumarkað sem er ekki litið á bara sem einhverja fátækra aðstöð, heldur bara svona raunverulegan valkost. Ég er í svoleiðis, ég er í búseta og það bjargaði mér þegar ég var að skilja því að það er ekkert eitthvað auðvelt fyrir einstæðan kennara að komast í gegnum greiðslumat að hafa verið þar. En ég held bara að við þurfum með mitt bara fjölbreyttara úrval og svo þarf að endurskoða þessar reglugerðir af því að það er ekki svo þessar reglugerðir sé að bjarga okkur frá mikluðum húsum eða illa skipulögum og svo húsum má líka alltaf setja leiguþak. Það er svolítið crazy að við séum með fullkomlega óheftan enga leigumarkað. Þetta er ekki svona hinum Norðurlöndunum. Það er hvergi og ég meina þetta þekkist ekki. Nei, og þú ert einhvern veginn á Íslandi í dag, þú ert alltaf að fara að borga meira í leigu heldur en fólk er að borga af húsnæðislánum og hvernig stendur það á því að fólk kemst ekki í gegnum greiðslumat en nær samt að að skrimta í þessum leiguíbúðum sem það er að borga helmingi meira fyrir. Það er einmitt, hefur verið talað það einmitt, Guðmundur Hrafn, formaður Leigjendasamtakanna og fleiri, hefur sagt það einmitt að allir þessu skattur sem núna á að setja á þá sem eiga fleiri en eina íbúð og eru að standa í svona leigu, útleigu á sínum eignum, það segir sér bara sjálft að það skila sér út í hærra leiguverð og það er kannski það sem að vera svona sárast og maður hugsa, ég er á leigumarkaði, ég hugsa bara hvernig í ósköpunum á ég að geta borga hærri leigu. Ég held ég sé nú þegar að borga svona 80% af mínu launum bara í leigu og ég er ekki inn það og þannig að já eins og segir, þá var þetta svolítið svona wang-wang. Til þess að standast greiðslumat þá máttu ekki vera að borga meira en 35% af þínum tekjum í húsnæðið og þetta er ekki einsdæmi, það er fólk á leigumarkaði er að borga megin þorran af laununum sínum í leigun. Ég held að sé, á bilinu 50 til 70% sé svona standard, og ég bara að því að ég vel að búa niður bæ, þá borga ég meira. Þannig að, þetta er ógeðslega erfitt og ég meina þetta jöfnunartæki í samfélaginu væri þetta bara að gera aðgengi allra að húsnæði og viðráðanlegu verði væri bara svona... Já, við getum líka bara byggt alls konar húsnæði. Þessar reglugerðir af því að ég veit ekki, ég skil alveg aðgengi og allt þetta en svo er alveg sumir sem bara geta klöngrast inn í kjallaríbúð einhvers staðar. Það er alveg hægt að búa til alls konar íbúðir. Allar íbúðir þurfi ekki að vera færi allra og það er ekki líka bara mannréttindi að búa í því hverfi sem þið langar að búa í. Það er bara leiðilegt og bara ef hverfið þetta er eftir svona verðt þá hækka verðið. Ef það væri ágætis samgöngur og svona, ég meina þá væri það auðvitað líka ekkert mál. En svo mér finnst ég talaði hans við hann Guðmund Hrafn í gær og bara á ganginum fram með mig, hann var í viðtali hjá Gunnar Smára, hann sagði svolítið áhugavert við mig sem að hann sagði ímyndaði þér bara að leigusalinn, hann tekur svo mikið af því sem þú átt
þannig að sko allir, hvort sem það eru frjálshyggjumenn, sósíalistar, bara hérna gallhart hægra fólk, hlýtur að vera sammála það að það veitir þér minna svigrúm til þess að fara í bíó, kaupa þér eitthvað annað, kaupa nýja skó, fara til útlanda og allt. Þannig að í rauninni eru svo margir sem fara á mis við, og það verður ekki hreyfing á fé, kaupmaðurinn á horninu, hann einhvern veginn svona verslast upp á meðan að leigusalarnir einhvern veginn svona hlaupa hlægjandi í bankann og mér fannst þetta svolítið góð pæling hjá honum, þannig ég held að þetta sé ætti að vera svona þverpólitískt mál. Þetta náttúrulega ástæðan fyrir því, þú veist, það hefur engin áhuga á þessum hópi nema Inga Sæland og ég meina að þú veist það engin að tala fyrir fólki sem að kemst ekki inn á það að því að það komið svo mikið fjarlægða þetta. Já, það engin á leigumarkaði á þingi. Ég samt Inga hafa þagnað svolítið núna. Já, það? Já. En það ekki bara verið að svona herða taumin á hana. Já, ég meina hún alltaf á að halda sitt undir einhvern veginn að haldast inn í þessari ríkisstjórn, það betur allt til þess að þær getur nú sko bara ef þær myndi boða til kosningastofnað bara tveggja flokka stjórn með bara yfirdrifnum meirihluta. Þannig að hún einhvern veginn svona heldur hangir inni, en ég veit ekki, ég sakna þess alveg að sjá Ingu Sæland taka svona dýrkan í stjórnarandstöðu. Sko út af því að hún náttúrulega hlaut líka sína kostningu út á þetta. Það bara, hún átti að passa upp á fátæka fólki. Já, hún þarf og það var einmitt í morgunútvarpinu í gær, þá var hún bara svona gaslýsti konu sem var að tala hún gæti ekki lengur, hún hefði ekki keypt lambalæri í 2 ár, ég hefði ekki getað boðið börnunum út af matvælaverð og talaði um að lambalæri kostaði 12.000 kall fyrir fjölskylduna og Inga Sæland sagði bara nei, ég hef aldrei heyrt svona dýrt lambalæri og þá var það bara búið. Það var búið. Já. Já, en eigum við ekki bara að ljúka á þessum nótum, svo sagði við erum náttúrulega langt komnar yfir tíman. Það búið að vera dagslegt að fá okkur Valgerður Þótt Pálmadóttir, Kristi Kolbrún Kolbjörnsdóttir Mói og Katla Áskisdóttir. Það var dásalegt að spilla við ykkur, en við þurfum að fara yfir alveg rosalega mikið að fréttum eitthvað tíma senna. Þannig að þið komum bara aftur fljótt. Og ég þakka fyrir mig hér í bili, minni á Sinni Egils helgina, helgispjallið og margt fleira hér allan sólhringinn á Samstöðinni. Og minni ykkur einnig á að á samstöðin.is hægt að gerast áskrifandi og með því vera svona bakhjarl þessa verkefnis sem hér í gangi. Samstöðin.is áskriftarhnappur, þar stendur hreinlega bara áskrift og leiðir ykkur í allan sannleikann hvað þið að gera. Ég þakka fyrir mig og verið bless.